Komið sæl og hjartanlega velkomin í Þjóðminjasafnið. Ég heiti Anna-Leif og starfa hér á safninu og ég ætla að kynna fyrirlestur dagsins, hádegisfyrirlestur, þann fyrsta í röð haustsins, en við erum hérna með hádegisfyrirlestra annað þriðjudag í hádeginu yfir vetrartímann. Og í tilefni sýningarinnar í skugganum sem hérna í myndasal fyrir aftan mig og sem ég ætla að bjóða okkur að labba með okkur á eftir, að þá hann kominn hingað hann Gunnar Tómas Kristófersson, sérfræðingur hjá Kvikmyndasafni Íslands, en hann ætlar að tala einmitt Ruth Hansson sem frumkvöðull í kvikmyndagerð. Gjörðu svo vel, Gunnar. Jó, takk fyrir að bjóða mér hingað á Þjóðminjasafnið. Já, ég heiti Gunnar Tómas Kristófersson. Ég sérfræðingur á Kvikmyndasafni Íslands og líka doktorsnemi í kvikmyndafræðum hérna við háskólann. Og svona í gegnum rannsóknir mínar á kvikmyndasögunni að þá bara hnaut ég óvart yfir hana Ruth Hansson fyrir svona rétt rúmu ári síðan. Og rannsakaði hana í þaula, að það kom í ljós að hún gerði mynd sem hafði gleymst. Hún gerði hana 1927 og við ætlum svona aðeins að fara í hver hún var. Hún var ekki kvikmyndagerðarkona eða kvikmyndagerðarmaður. Hún var leikfimikennari, dansari og sundhetja, má segja. En gerði þessa mynd til þess að auglýsa og koma danslistinni betur fyrir hjá borgarbúum í Reykjavík 1927. Og þetta hún Ruth og einmitt í góðu samstarfi við hérna fólki á Þjóðminjasafninu þá hef ég fengið fleiri myndir inn á sarpinn af henni sem óbúslega gaman að sjá hvernig hún leit út, ekki bara í þessari einu mynd sem við höfðum skjáskot af henni. Þetta sem sagt bakgrunnurinn hennar. Það eiginlega ekkert vitað, ég hef ekki komist að neinu æsku hennar eða ævi. Það náttúrulega kemur af því að hún deyr erlendis og það engar minningagreinar skrifaðar hana hér á Íslandi. En hún fædd árið 1906, mamma hennar dönsk, pabbi hennar íslenskur. Hansson nafnið kemur samt frá honum. Pabbans var Hannesson og þau fluttu til Bandaríkjanna og ætluðu þess að bara flýja örbirgðina hérna á Íslandi. Og breyttu þess að Hannesson yfir í Hansson. Svo kemur pabbi hennar, Hannes, Snæbjarnarson, Hansson, hann kemur tilbaka og ætlar að fara að leita gulli á Snæfellsnesi. Svo klúðrast það, af því að það ekkert gull á Snæfellsnesi og gerist kaupmaður í Reykjavík. Og hann giftist henni Gerdu Hansson, í kringum 1905-1906 þau komið til Íslands. Já, hægt að hækka? Bara þannig að tala bara ennþá betur inn í. Já, ok. Svona. Vera bara þar. Já. Mjög gott. Já, og í gegnum móður sína, sem var dönsk, að þá lærir Ruth dans, listir og fær að ferðast til Evrópu, eitthvað sem fæstir fengu sem voru á hennar bíli á Íslandi á þessum tíma. Þannig að hún verður svona veraldarvön, fær að kynnast nýjum tímum sem voru í gangi í Evrópu. Og hún flytur til Danmerkur í nokkur ár og lærir dans og leikfimi í Kaupmannahöfn við svona virtastofnun þar og kemur aftur til Íslands og þarna finn ég þráðinn hennar árið 1926 þegar hún kemur tilbaka og þá bara tilkynnt það. Já, hún mætt, hún var að læra þetta og að opna dansskóla hérna á Íslandi, í Reykjavík og kennir leikfimi meðfram því og sund og sýnir allar þessar listir sína líka. Og hann heldur góðgerðarsýningar á dansi, þar sem hún lætur allan ágóðan renna til Bástadra í Reykjavík. Og svona var umhugað þessi málefni, augljóslega. Og í gegnum þetta þá naut hún vinsælda og virðingar í Reykjavík. Og Ruth var af kynslóð kvenna, þannig á 3. áratugnum,
sem voru tákn nýs hugsunarháttar sem var í gangi í samfélaginu. Þær álitu skyldur kvenna vera aðrar en þær sem voru fyrirfram gefnar. Þær menntuðu sig, þær þénuðu eigin peninga, urðu efnahagslega sjálfstæðar, höfnuðu því að einskora sig við þessi hefðbundnu heimilistörf sem konum var samt ætlað að detta ofan í bara. Og þessar konur voru oft skilgreindar sem Reykjavíkurstúlkur, sem svona niðrandi orð. Það var margir sem töldu þær vera eitthvað svona ógn við þessar þjóðlegu sveitahefðir sem hefðu rutt sér til rúms í gegnum aldirnar. Og hún var að brjóta þær upp með því að mennta sig og í raun að hafna þessu sem samfélagið krafðist af henni. Og þær voru oft, litnar hornauga fyrir þetta. Hann var ekkert ein, þær voru margar, en flestar runnu samt í þetta svona hefðbundna. Og þetta dæmið það hvað hún var ofboðslega dugleg og góð í því að koma sér á framfæri. Þetta bara svona eitt dæmi. Þetta fréttatilkynning sem hún sendir eftir danssýningu sem hún var með á 3. áratugnum. Þetta var 1928. Og þetta viðbrögðin við henni. Þetta ekki fréttatilkynning að danssýningin verði, heldur þetta það að hún hafi verið góð. Og maður sér það á textanum að þetta kemur frá sömu fréttatilkynningunni. Þannig að Rut, hún var svona PR-manneskja og stundaði það að stjórna umræðunni og áliti almennings á sér. Sem ég þekki ekki sögu almannatengsla á Íslandi, en þetta allavega ofboðslega svo klárt dæmi það. Eitthvað sem stjórnar bara umræðunni sjálfa sig. Og ef maður lesi þetta, þá var þetta bara sömu punktar í sömu röð. Danssýning Ruth Hansson, sem haldin var síðastliðinn sunnudag, þótti áhorfendum hinn besta skemmtun, þar sem hverjum dansi var tekið með lófaklappi og sumir dansarnir klappaðir 3 upp til að fá þá endurtekna. Því miður leiði tíminn það ekki. Og bara hinn úr Morgunblaðinu, danssýning Ruth Hansson á sunnudaginn, þótti afbrigða góð skemmtun, klöppuð áhorfendur óspart lof í lófa eftir hvern dans og suma dansana heimtuðu þeir endurtekna 3 sinnum. En því miður vannst ekki tíminn til þess. Þetta bara augljóslega unnið úr sama textanum. Og það óbúslega gaman að sjá þetta. Og maður þarf að hafa beinin í nefinu til þess að stunda þetta bara svona á þessum tíma, sem kona í þessu samfélagi. Hún var alltaf drífandi og gallhörð og maður sést það á afrekum hennar. Hún alltaf stofnaði þennan dansskóla sem eitt út af fyrir sig. Flestir kannast við henn sem dansskóla Rigmor Hansson, en hún tók við skólanum af systur sinni. Rut stofnaði hann og kom honum svona á laggirnar. En hún afrekaði mjög margt á stuttum tíma. Hún var á Íslandi í 3 ár, frá 1926 til 1929. Og þá flytur hún til Skotlands og við komum að því síðar. Hún var Íslandsmeistari í björgunarstakkarsundi, sem einhver sérstök íþróttagrein þar sem þú klæðir upp í sjóstakk og syndir eins rætt og það getur. Og hún bjargaði systur sinni í þessu sundi og setti Íslandsmet leið. Og hún hélt þessar dansskemmtanir sem við vorum að fara yfir og líka sýndi fimi sín í sundi og leikfimi. Og svo var hún fyrst kvenna til þess að synda Engeyjarsund. Syndi frá Engey til Íslands, Reykjavíkur. Og hún var svo 3. í sögunni til þess að gera þetta. Og þegar maður les blaðagreinar, þetta svona íþróttafrek, þess minnst oft og það svona pínuhvimleitt að sjá að það eru einhverjir sem voru númer 2, 3 og 4 af konum til þess að gera þetta, að þær vildu tala hana í burta því að hún var hálf dönsk. Þannig að þeir sögðu þá, fyrsti Íslendingurinn til þess að gera þetta. Var ég ósammála því. Og þetta hún að koma upp úr Engeyjarsundi. Það voru teknar myndir af henni þar og þetta móðir hennar sem að styðja við hana upp úr sjónum. Og hún gerði þetta á það vel klukkutíma, met sem bara hélt ansi lengi. Og svo var hún líka óhrædd við að koma eigin skoðunum á framfæri. Það var ekki bara hún var að stjórna umræðunni, heldur var hún líka með sínar eigin skoðanir og stóð á þeim alveg gallhörð. Hún nefnilega árið 1928
kom danskur maður, Viggo Hartmanns, og auglýsti danssýningar í bænum. Bullandi samkeppni við Rut, náttúrulega. Þannig að hún skrifaði grein í Alþýðublaðið þar sem hún segir, og þetta bara svona upphæðan, hún alveg heillöng þessi grein, þar sem hún fer í hvern einasta dans og hvað að dansinum hjá þessu manni. En hún segir hérna hann, já, professor de dans nafnbót sem þýtt á íslensku, ekki professor, aðeins kennari. Í blöðunum hér Viggo Hartmanns nefndur sem einn af frægustu danskennurum Dana. En það algjörlega rangt. Herra Viggo Hartmanns ekki frægur og enn síður einn frægasti danskennari Dana. Hefur hann aðeins lítinn dansskóla í Danmörku. Og svo svarar hann alltaf fullum hálsi og hún svarar því og svo svarar hann aftur og svo svarar hún og þetta gengur svona í nokkrar vikur og ég held að móðir hennar komin inn í þetta er eitthvað rosalegt mál. Þangað til ritstjóri Alþýðublaðsins skrifar sem sagt fyrir framan síðustu greinina sem birt. Þetta síðasta greinin, ég nenni þess ekki lengur. Og þá var það búið. Það var augljóst bara að hún lét ekki vaða yfir sig. Svo sem sagt þessi mynd sem við fundum. Það sem sagt aðdragandinn að henni sú að Rut gerði það að hún ferðaðist á hverju ári Evrópu, fór til London, Kaupmannahafnar, Parísar og víða og kynnti sér það nýjasta sem var í gangi í danssenunni í hverju landi og lærði dansana, skildi hvað var spennandi, hvernig átti að gera þetta rétt og kom síðan með þetta til Íslands og auglýsti alltaf á haustin bara nýir dansar, við erum með hérna spennandi prógram komið til okkar og þetta var mjög vinsælt og þetta í fréttatilkynningu sem kom þegar hún kom heim úr þessari ferð 1927 að þá þetta listin yfir dansana sem hún var að læra og nú þekki ég það ekki og þeir voru held ég líka ekki rétt skrifaðir en það var Black Bottom, Yale, Banana Slide, Vals, Foxtrot, Tango og svo Flat Charleston og hún kemur með þessa alla dansa, þessa nýju vitneskju til landsins og kennir landanum þetta og þar fær hún þessa hugmynd að það náttúrulega miklu betra í stað fyrir að hún þurfa að vera í eigin persónu að kenna dansana að þá getur hún tekið þá upp og búið til mynd sem bara kennslumynd í dansi og það það sem hún gerir og hún ræður til sín og þið sjáu það ekki hér en hún ræður til sín hérna Loft Guðmundsson til þess að gera þessa mynd og það var svona leyndardómur sem við vorum lengi að komast að ég var það var ekki víst myndin var skráð inn á kvikmyndasafn sem mynd Peters Petersen sem var Bíó Petersen, bíóstjóri gamla bíós það var ekki alveg vita hver hefði tekin upp hún var tekin upp í ljósmyndastúdíó og það er eina vísbendingin sem við höfðum þannig að ég fór og bar saman sjáu þetta óljósa þessa hringi hérna þessir hringir í bakgrunninum í myndinni hún svo illa upplýst ljósin voru bara ekki nógu góð á þessum tíma þá sér maður bakgrunn illa en ég bar þessa hringi saman við alla bakgrunna allra ljósmyndara á landinu árið 1927 og ég veit ekki alveg, ég misti svefn þegar ég fann loksins rétta bakgrunnin og það var þessi hérna mynd, þetta póstkort og bara fyrir tilviljunina þá þetta Rigmor Hansson sem á þessari mynd mynd sem Loftur Guðmundsson tók af henni í kringum 1930 og hérna sjáu þið sömu hringi og svo hef ég fundið alveg bara óeigandi sannanir fyrir því að þetta var Loftur Guðmundsson sem tók þessa mynd og það sem hefur gerst að kvikmyndagerðarmenn voru í mestu vandræðum á þriðja áratugnum á Íslandi bara að fjármagna myndirnar sínar það var í raun var það bara Peter Petersen sem var bíóstjóri og átti fullt af peningum bara í gegnum einokun þessara tveggja bíó sem var leyft að starfa í borginni nýja bíós og gamla bíós þannig að hann átti fullt af peningum og gat fjármagnað kvikmyndagerðina sína og svo var það Loftur Guðmundsson sem var verksmiðju eigandi sem hann reyndar var að selja hann átti Sanitas gosdrykkja verksmiðjuna og ljósmyndari og fjármagnaði þannig kvikmyndagerðina sína en hún var jafnvel
það dýr að það var erfitt að fjármagna hana bara í gegnum slíka vinnu. Þannig að hann gerði það líka að hann leitaði til Kveldúlfs sem var svona stærsta útgerðin á þessum tíma til þess að taka upp stóra heimildamynd Ísland sem í raun lengt og ljóst líka auglýsing fyrir Kveldúlf og starfsemi þess fyrirtækis á landinu sem Íslandi lifandi myndum, sem stór og flott mynd sem ég bara mæli með að allir horfi á. Hún ofboðslega góð heimild hvað var í gangi á landinu árið 1924 og 5 þegar hann tók hana. Og svo, annað dæmi hversu litli peningar voru að þá neitaði ríkisstjórnin að fjármagna kvikmyndun hans á Alþingishátíðinni 1930 sem átt að vera náttúrulega bara stór hátíð, 1000 ár frá stofnun Alþingis en þeir sáu sér ekki fært að fjármagna þessa mynd. Þannig að Loftur leitaði til Egils Skallagrímssonar og í myndinni ofboðslega fyndin auglýsing frá Agli Skallagrímssyni þar sem fólk eitthvað svona þykjast drekka og njóta öls frá Agli, eitthvað svona skálað og alltaf verið Egill góður. Mjög skemmtilegt að sjá það, en þetta var dæmið það bara, það þurfti að leita peningum einhvert. Og þannig að hann augljóslega seldi þjónustu sína til Rutar og þetta í raun bara eina dæmi sem við vitum að þetta hafi verið gert og hún fékk að gera þessa mynd í samráði við hann. Hún réði í raun öllu, hún stjórnaði upptökunum, stjórnaði dansfélaganum, stjórnaði væntanlega hvernig átt að haga ljósum og öðru svona, þú veist, og hún réði rosalega miklu augljóslega og framleiddi þessa mynd og gerði hana og þegar hún auglýst að þá sjáu þið, þetta textinn sem hún auglýst með 4. desember 1927 og þarna hvergi minnst á að Loftur hafi eitthvað komið nálægt þessu. Þetta bara myndin hennar, systir hennar dansar með og þetta auglýsing fyrir dansskólan hennar. Og það er mikilvægt að skoða þetta sem fyrstu kvikmynd konu af því að fyrir 1983 að þá eru 2 konur sem gera kvikmynd fyrir utan sjónvarpið á Íslandi sem ég veit það er Ruth Hansson í samráði við Loft Guðmundsson og svo það Svala Hannesdóttir sem gerir leikna mynd árið 1952 sem heitir Ágirnd og gerir hana í samráði og í samvinnu við Óskar Gíslason. Og þetta þessar 2 myndir sem við þekkjum. Ég tek því fagnandi ef ykkur ætlar að leiðrétta þetta því að það bara skemmtilegt, meira rannsakað og meira skoðað en við vitum ekki neitt annað. Þannig að Ruth Hansson fær hennan titil. Við færðum þetta 25 ár fram í tíman, frá 1952 til 27 með því að finna þessa mynd. Já, hún var frumsýnd 4. desember í Nýja Bíó. Í Nýja Bíó af því að Loftur Guðmundsson var með sína stofu, ljósmyndastofu í kjallaranum í Nýja Bíó. Og augljóslega var ráðinn til þess að taka þessa mynd. Og þá að myndinni, að þá svona eitthvað smá, hún bara 3 mínútur, hún stutt, við höfum eftir að horfa á hana alveg alla á eftir. Og hún römmuð inn af nærmyndum og það áhugavert að maður horfir á þetta að þá Ruth, þetta nærmyndin, fyrst í myndinni hérna vinstra megin og hægra megin nærmyndin þegar myndin búin, upptökunum líkur og maður sér bara léttin á svip Ruthar sem hægra megin. Rigmor svo svona yngri, þú veist, og hefur einhvern veginn bara gaman að þessu, hún 14 ára þegar þetta gert, Rigmor, Ruth ekki nema 21 árs samt, þannig að hún alveg kornung, en þarna í rekstri og að búa til þessa mynd og greinilega augljóslega stressuð fyrir þetta. En síðan þegar þetta búið, að þá bara léttirinn og gleðin sem bara svona, skín af henni. Það ofboðslega gaman að sjá hvernig hún lítur út. Og þetta annað bara svona standard, það klaufst á milli viðmyndar og nærmyndar af þeim að dansa. Danssporin sýnd í nærmynd, þannig að við sjáum fótaburðin og svo sjáum við þær líka dansa og svo ennþá víðari mynd af þeim að dansa líka. Þetta bara svona tiltölulega hefðbundið. Eitt sem mér finnst áhugavert
hvernig bakgrunnurinn fær að skipa óbærslega stóran sess í rammanum. Í þessu skotið þá stígur Rigmor eiginlega út úr rammanum, en þessi blóm og gluggi og eitthvað svona þetta fína, það fær að halda sínum sessi í rammanum. Og manni finnst þetta vera eitthvað svona tilraun til þess að hafa þetta borgaralegt og flott og fínt og svona passa upp á það að þessi skreyting týnist ekki á bakvið þér og fái bara helmingin af rammanum hann í lokin. Svo var myndin sýnd ásamt annari og þeim var alveg, þær voru bara ágætlega sóttar eftir því sem ég kemst best að. Blaðamaður Vísis, hann var svona að sagði þetta hefði verið bara flottur dans en að myndin hefði verið aðeins óskýr. Ofboðslega stutt, þannig að það erfitt svolítið að taka þetta allt inn á þessum stutta tíma. Og aftur myndin hefði verið nógu skýr, þá hefði hún verið aðsóknin mögulega betri og meiri áhugi á henni. En hún var sýnd í 6 daga, 10. desember fór fram síðasta sýningin á þessari mynd. Og eftir þessa sýningu að þá bara ekkert að frétta af myndinni. Þá bara hverfur hún alveg. Og ég veit ekki, hún kemur inn á kvikmyndasafnið Filman sjálf einhvern tímann fyrir einhverjum áratugum og þar virðist vera einhver þekki til þessari myndar af því að í fréttablaðinu þegar verið að fjalla útvarpsþátt Svölu Hannesdóttur sem var hin kvikmyndagerðarkonan fyrir 1980 hún þar minnst á þar og virðist að það hafi verið hringt upp á kvikmyndasafn og spurt einhver önnur mynd eftir konu og þá segir viðmælandinn já það örugglega Rigmor Hansson gerði einhverja mynd 1930 á þess að vita nákvæmlega hvað það var og það var þessari vísbendingu sem ég hafði samband og þannig að hún var eitthvað meginn hverfur bara alveg þessi mynd sem leiðilegt en gaman að hún komin aftur í leiðindar svo bara til þess að klára þetta að þá var Rut bara á landinu til 1929 og í raun veit ég ekkert hvað hún gerði ég veit voðalega lítið hvað hún gerði eftir hún hvarf eða fór hún kynntist Skota þessum manni William Murray Anderson og giftist honum í Fríkirkjunni og það alveg því haldið til haga í fjölmiðlum og bara svona smá það spennandi að hún sé að gifta sig en síðan flytur hún til Skotlands með honum. Hann virðist að hafa verið einhver kaupmaður þar og Rut hverfur eiginlega bara alveg af sjónarsviðinu. Ég búinn að leita mjög mikið í blöðum. Ég búinn að ráða einhvern ættfræðing í Skotlandi til þess að hafa upp á henni og ég fekk dánarvottorðið hennar. Og þar stendur hún hafi verið íþróttakennari, mögulega eitthvað seinna í lífinu. Hún eignaðist 2 dætur, önnur býr á Írlandi og ég næ ekki í hana og hinn dáin, þannig að þetta svolítið erfitt að hafa upp á henni og læra söguna hennar hana úti. En Rigmor tekur við dansskólanum þegar Rut hverfur og gerir hann að svona góðsagnakenndum skóla sem mjög margir eiga einhverja tengingu við og tala eru löngu horfnir þessi sem dönsuðu í dansskóla Rut Hansson á sínum tíma en það voru samt nokkrar svona minningar í blöðunum þar sem fólk minntist hennar að hafa verið í námi hjá henni og hún hafi verið stórkostleg og glæsileg svo hitti ég líka dóttur Rigmor sem orðin ansi gömul líka og hún hitti Rut 3 eða 4 sinnum yfir ævina og talaði alltaf hana sem glæsilega konu en í raun ekkert meira það var bara, hún virðist að hafa verið húsmóðir og mögulega íþróttakennari síðan meir og mér finnst erfitt að hugsa til þess að einhver svona einstaklingur hverfi bara inn í það sem við kallum bara feðraveldið bara hún á að taka við þessu hlutverki og bara gefa allt það sem hún var búin að vinna fyrir upp á bátinn og hún náttúrulega ekkert ein það voru mjög margar konur sem lentu í þessu og það bara í raun ekkert minnst á hana í íslenskum fjölmiðlum eftir 1929 nema bara þegar hún kemur einu sinni til Íslands og svo fer hún aftur. Það var tilkynnt skipakomur og hvaða farþegar voru með svona eftirtektarverðir.
svo bara lætur hún, þessi deyr hún, bara úr elli held ég, árið 2003 í Skotlandi, orðin 97 ára. Og það, og það bara sagan hennar Ruthar. Hún alveg uppfull af gloppum. Það bara þetta 3 ára tímabil sem alveg tróðfullt af afrekum og svo hún bara, hverfur hún bara, því miður. En ég ætla að sýna ykkur núna myndina hennar. Ég vona það virki. Það vefsíða sem Kvikmyndasafnið með, sem heitir Ísland á film. Og þar hægt að finna meðal annars Íslandi lifandi myndum og líka þessa alþingishátíðarmynd sem ég var að segja ykkur frá. En þar líka dansmyndin hennar Ruthar. Og ég ætlum bara að horfa á hana. Hún alveg þögul og hún í blaðagreinum þar sem hún að koma tilbaka og nefnir alla dansana sem hún búin að læra, að þá eru stafsetningin ofta á skjön við það sem í alvörunni og þetta líka eitt. Þetta í lokin því of aukið. En þetta Flat Charleston og hún rétt bara 3 mínútur. Og mér finnst gaman að sjá hvernig Rigmor, henni verður starsýnt út fyrir ramman, út fyrir sviðið, þetta horfir til einhvers sem stendur hérna fyrir utan og hlær og það er gaman að þegar maður búinn að horfa á þessa mynd nokkur tuga skipta að þá er þetta verða það sem heillar. En já, þetta er dansmyndin sem Ruth Hansson gerði árið 1927. Ég held að þetta sé allt sem ég hafi fyrir ykkur. En það er einhverjar spurningar eða eitthvað slíkt, þá bara endilega spyrjið. Ég er með mikrofón ef þið hafið spurningar eða athugasemdir.
Já, endilega. Alltaf mín kynslóð fór öll í dansskóla Rímur Hansson. Það var alltaf búið fram Rímur. Rímur, já, nákvæmlega, það er þetta danska, já, akkurat. Já, menn það finnst ekki að hluta því til aldrei þannig. Nei, er það nokkuð? Aldrei. Hvað er bara? En Rímur var það þekktir í bænum. Já. Og allir að mín kynslóðu náttúrulega og bæði yngur aldrei hefði verið í dansskóla Rímur. Já, akkurat. Þetta er nefnilega, hún er það sem sko Rut hefði getað orðið. Rímur var það. Og eitthvað, já, almennt líka kvikmyndasöguna. Það er bara endilega spyrjið ef þið hafið eitthvað. Sko, já. Ég þekkti hann ekki persónulega. Ég var bara í dansskóla. Já, einmitt. Já. Er ekki vitað hver afhendi myndina til kvikmyndasafnsins? Ó, já, hvort þessi vita hver afhendi myndina til kvikmyndasafnsins. Ég á bara eftir að kanna það ennþá betur. Við getum bara komist að því. Þannig að það er mjög góð spurning. Og líka hvenær hún kom. En fyrst hún var skráð á Pétur Pétursson að það var líklegt að þetta hafi komið eitthvað í kringum það, sko. En samt þess að skrítið að því að hann var í öðru bíói en eitthvað minn hefur hún ratað þangað og komið með safninu það. Líklegast. Ég finnst það. Já. Já. Já, einmitt. Nei, það gæti alveg, já, passað. Það var ekki... Það er rosalega góð spurning. Já, hefði myndin gengið betur hefði þetta verið kona og maður. Þetta eru tvær konur sem eru að dansa. Ég kynnti mér, danssaga er ekki mitt hérna mín sterkasta lið, en ég kynnti mér þá aðeins akkur þær eru tvær konur og ég rekst á tilvitnun í Sesselju Hansdóttur sem var danskennari í kringum fyrra stríð og þar segir hún dans, bæði sem uppreist gegn kerfinu og líka bara akkur það eru tvær stelpur að dansa. Ég var ekkert fyrir það að stoppa í sokka og bæta bót eins og gamla fólkið ætlaðist til að allar stúlkur gerðu. Ég lærði að dansa hjá frú Stefaníu Guðmundsdóttur og skeið kenndi ég dans í bárunni og við erum að tala gömlu dansana sem uppreist með því að stoppa í sokka og eitthvað. Ég kenndi aðalega þjóðdansa og þá var eins og nú skortur á strákum sem vildu læra að dansa og varð ég ofta að hafa stelpur í strákafötum. Ég skil ekki alveg með þetta föt. Klæddum þá sérstaklega upp í strákaföt til þess að geta dansað en að minnsta kosti að þá virðist þetta hafa verið bara eitthvað svona landlegur skortur á strákum í dansi á þessum tíma. Og það er alveg spurning hvort að hitt hefði gengið betur ofan í fólk hefði þetta verið já, af sig hverju kyninu. Já, nákvæmlega hefur Ríkmór verið í strákafötum akkurat. Mér langar til að vita hvort að fleiri en ég voru í skólanum hjá Rímór í Gútó. Já. Akkurat. Já. Þakka innilega fyrir þetta og mér finnst alveg frábært að fá að sjá Rímór dansa. Ég er aðeins á eftir hennar tíma en mér var alltaf langað til að sjá einhverja svona, fá hugmynd hvers konar dansari hún var. Já. Og hún er rosalega lífleg og skemmtileg og ábyggilega yndislegu dansari. Algjörlega, og karakterinn alveg bara að skína af henni, eitthvað gleði og lífsamingja, bara óbúrslega gaman að algjörlega, já. Það hefur væntanlega verið spilað undir eitthvað fjörugt Foxtrot, Charleston lag þegar þetta var sýnt í bíó. Já, væntanlega af grammófón bara hefur það verið spilað undir. Mögulega spilað undir, já, en það hefði kostað meira, það hefði þurft að borga þeim spilara fyrir það, en já, það var annarkvort það var hefðin í kvikmyndahúsunum að spila af grammófóni eða það var undirleikari. Og í svona alveg svo allra fínasta þá var hljómsveit, mögulega kvartett eða eitthvað sem spilaði undir. Þannig að já.
Já, annars bara þakka ég kærlega fyrir mig. Gaman að fá að kynna þetta fyrir ykkur. Takk fyrir Gunnar. Ágústa, má ég ekki biðja að labba með okkur sýninguna í skuggan og vera á staðnum ef einhver hefur spurningar þar. Takk. Takk fyrir komin öll. Þeir eru svo bara eðið fælnum. Ég geri það bara. Geri það bara. Ekkert lagga á þessu. Nei, einmitt. Já, það er langt best að setja bara desktop og eyða því strax. Já, það er hlæðslu tæki hérna fyrir. Já, býtu, já.